ætla ég að fara í vinnu og orku og hér er ég búinn að teikna upp mynd sem er á blaðsíðu 4 í bókinni og það er búið að lyfta róðunni frá jafnskrettu upp 10 metra. Massinn á róðunni er 50 kg og vinnan sem við þurfum til þess að framkvæma þetta er þá krafturinn sem við þurfum að beita til að lyfta þessu sinnum hæð. Krafturinn er massinn sinnum þyngdarhröðunin G sem er tala 9,8 Newton per kíló sinnum hæð. Þetta er þá 50 sinnum 9,8 sinnum 10 eða 4900 Newtonmetrar. Þetta er vinnan sem við þurfum til að lyfta þessu. Ef lóðið er hér, 50 kg lóðið hér, er í 10 metra hæð og getur þá fallið 10 metra, þá getum við litið á þessa 4900 Newtonmetra sem orku líka. Orkan er venjulega mæld í joulum, stóru jóði. Orkan hér er þá 4900 joule sem við getum fengið út úr þessu lóði ef það fellur 10 metra. Hér er ég búinn að teikna vatnstank með 1 rúmmetra vatni og tankurinn hann er í 100 metra hæð og ég ætla þá að reikna orkuna sem er í þessu vatni. Orkan, tvöfalt loft, það er náttúrulega tvöfalt loft fyrir orkunni í bókinni. Hann er þá massinn sinnum þyngdarhröðunin G sinnum hæðin sem er 1000 kg í 1 rúmmetra vatni sinnum 9,8 sinnum 100. Orkan er þá 980.000 joule eða newtonmetrar. Við notum yfirleitt joule fyrir orku. Hér er ég búinn að teikna einfalda mynd af virkjun og vatnshæðarmunurinn fyrir ofan stíflu og neðan virkjun er 100 metrar, þannig að vatnið hefur 100 metrar fallhæð og rennslið, vatn.yfir, vatnsrennslið eru 100 rúmmetrar á klukkutíma, H fyrir klukkutíma, ár. Og orkan sem að felst í þessu er massinn sinnum þyngdarhröðunin G sinnum hæðin eða 100.000 kg á klukkutíma sinnum 9,8 sinnum hæðin. Og þess að þetta er svo stór tala, þá ætlum ég frekar að hafa þetta í kílójoulum, eða kílónewtonmetrum, deila með 1000 joulum í kílójouli og þá fæ ég 98.000 kílójoule. Orkan á 1 klukkutíma er 98 kílójoule. 98.000 kílójoule á klukkutíma. Í 1 klukkutíma eru 60 í öðru sekundur eða klukkutíminn er 3600 sekundur. Ef þetta er orkan sem við fáum út af þessu vatni á 1 klukkutíma, þá er orkan per sekundu, það er afl. Það er þá orkan deilt með tímanum, samansett 98.000 deilt með 3600. Aflið hér er 27 kílówatt. Þannig að þið sjáið að aflið er í raun og veru orka á sekundu.
Nú skulum við líta aðeins á vægi, skilgreininguna á því. Ég er heitinn að teikna upp lykil sem er að snúa ró á bolta. Vegalengdin frá miðju boltans að miðju átaksins eru 30 cm og átakið er 98 Newton. Þetta er orkakraftur og við þurfum til þess að halda á 10 lítra vatnsfötu, svona til að hafa tilfinningu fyrir þessu. Þá er vægið T stendur fyrir tork. Tork á ensku er vægi. Það er þá krafturinn sinnum lengdin á lyklunum. Vægið í þessu tilfelli er þá 98 Newton sinnum 0,3 metrar. Það sem ykkur að lengdin þarf að vera í metrum og ekki verið sentimetrum, 100 metrum til þess að einingin verði í newtonmetrum. Þetta er þá 20 og 9,4 newtonmetrar. Þið kannist við þessar einingar eða þessa einingu af átaksmæli. Þið stillið inn átaksmæli til að herða ræð bolta, þá kannist við þessa einingu hér. Þetta er reiknað út á þannig hátt. Þið sjáið að ef að lykillinn væri lengri með sama átaki, þá fengjum við meira vægi. Og eins myndi vægið aukast með meiri krafti.